ef ég byrja á því að þetta voðalega algengt til þess að sýna hvernig svona switch og case-setningar vilja vinna, að það að búa til einhverja valmynd og við getum sagt eitthvað svona cout, það eitthvað eitthvað svona veljið viðeigandi verklið eitthvað því lít. Svo getum við valið nokkra möguleika og til að birta eitthvað svona menu. Ég veit ekki hvað við höfum. Það bara, ég set bara eitthvað til þess að geta valið á milli eitthvað, skrifa halló eða eitthvað því lít, bjóða góðan dag. Það fyrsta sem við getum valið svo var kannski að bjóða gott kvöld eða eitthvað því líkt. Númer 2. Þekki þetta ekki, það svona menu sem menn geta sett upp. Svo getum við haft eitthvað þriðja. Eitthvað tuðasmá. Ekki íslenskt. Og ef við hafa fjórða valkostin að hætta eða eitthvað því líkt. Ger ekki neitt. Nú, þið gætum vel eða ekki nota til dæmis if og else if til að gera þetta sérstill á töfluna kannski. Loka glugganum betur. Þetta hugsunin að við fáum einhverja 4 möguleika svo við að velja einhvern ákveðin möguleika og gera eitthvað ákveðið. Og þetta svona eins konar menu. Við gætum alveg notað if og else if til að gera þetta, sem bara fínt, en við getum líka notað þessar switch og case setningar og nú ætlum við að fara þá í það hvernig það myndi vinna. Við myndum væntanlega, nú notandinn að slá inn eitthvað, þannig að við myndum búa til einhverja breytu eða eitthvað sem að geymir það sem að notandinn slær inn og það einhver tala sem að vera að slá inn, þannig að ég ætla að segja int val og síðan ég ætla að segja eitthvað svona cin píla val eða eitthvað því líkt, þannig að hann slær þá inn einhverju tölu frá 1 upp í 4 væntanlega og síðan kemur þetta að finna út hvort hann slá inn 1, 2, 3 og 4, 3 eða 4 og þá kemur þessi switch setning og þessi switch setning þannig byggð upp að það sem það kemur fyrst þetta lykilorð switch, svo kemur einhver í rauninni einhver segð þarna inni sem að skilar einhverju teljanlegu gildi og þegar við tölum teljanlegt gildi það mætti skila integer, það teljanlegt gildi, það mætti ekki skila doppeltölu, af því það ekki fjöldi doppeltalna ekki teljanleg. Það mætti skila karakter líka, af því það teljanlegt. Þannig að hér einhver switch segð innan svigans sem skilar teljanlegu gildi. Nú, switch segðin gæti verið, og oft bara mjög einföld, gæti til dæmis bara verið þetta að við erum að athuga hvað í þessari breytu sem heitir val. Það væntanlega teljanlegt gildi af því að þetta integer. Þannig að þá fer hér fram, eða þá notar hún niðurstöðun og þessu til að stýra hvað hún ætlar að gera. Ok, það kemur þetta switch og svo switch segðin og síðan myndi maður opna slaufusuga til að tákna hér koma valmöguleikarnir og síðan eru bara valmöguleikarnir taldir upp með því að segja case eitthvað. Ég get sagt til dæmis case 1, 2 punktur. Bara því, og svo getum við sagt og svo kemur einhvers staðar neðar case 2, 2 punktur. Og það sem kemur þá með öðrum orðum, ef ég myndi núna slá inn 1 þannig að kemur 1 inn í breytunum sem heitir val, þá kemur 1 út úr switch segðinni
og þá fer hún hérna tékka sem ber saman það sem í case-unni hérna við það sem kemur út úr switch-segðinni. Og ef ég myndi slá hann 1, þá kemur 1 út úr switch-segðinni og þá myndum fara í þetta case 1 hérna. Og ég geti sagt eitthvað, þess vegna cout hérna, ef hann sló inn 1 þá ætla ég að bjóða góðan dag. Geti sagt hérna góðan daginn. Það ekki hægt að hafa streng, það hægt að hafa karakter. Það hægt að hafa 1 bókstaf, af því það teljanlegt tag, en það ekki hægt að hafa marga, ekki texta sem þetta. Hérna, og svo venjulega þetta nú sett upp þannig að við erum ekki með einhverja opbóðslega mikinn kóðabút sem það framkvæmt. Það var til dæmis þegar við komum í föllin, þá geti verið að það væri kallað í eitthvað fall fyrir þetta case og kallað eitthvað annað fall fyrir eitthvað annað case, eitthvað þínlíkt. Yfirleitt fer maður ekki setja inn einhvern langan kóðabút þarna, en það væri hægt. Og ég geti þess vegna bætt við sem þetta setningum eitthvað hérna, cout eitthvað gott viður eða hvað sem það nú er. Og síðan, í rauninni heldur hún áfram, ef ég myndi núna segja hérna undir case 2, þá segi ég eitthvað, hvað var það, bjóða gott kvöld. Ég þarf náttúrulega ekki að hafa margar setningar. Ef þetta væri bara svona og ég myndi slá inn 1, það þýðir það að hún fer bara hérna inn, framkvæmir þetta og svo myndi hún halda áfram og framkvæma þetta hérna líka. Ef ég geri hitt meira en þetta. En til þess að hún hætti hérna eftir hér, þá verð ég að setja inn þetta lykilorð break. Og það nefnilega annað sem ég hafði ekki farið yfir, var ekki búin að fara yfir. Svona break. Break þýðir í rauninni að hoppa út úr þeim forritsluta sem við erum inn í. Það sé að við erum inn í hérna þessum, hér eru slöfusveðni sem afmarka forritslutan. Þannig að break þýðir bara hoppa út úr honum. Þannig að þegar hún kemur í breakið hérna, þá mútum fara og hingað í þessa línu hér. Þannig að ok, hér ég þá líka eftir case 2 að segja eitthvað break. Svona. Og hvað, við vorum með einhver fleiri case, við vorum með case 3 og 4. Svona, ég ætla að segja hérna case 3. Það var eitthvað tuðasmá. Eitthvað, allt ömurlegt. 4, case 4, það var að hætta, var það ekki? Svona. Kannski ég slepp þessum eyðum hérna svo fáum betra yfirlit hvað er að ske. Svona. Sem sagt, skýrir þetta sig ekki nokkuð sjálft? Einhver... Tekur case bara gildi eða viðkomandi val. Break þýðir bara eins og með forrit, maður bara keyrir og fer í gegnum það setningar sem við erum að fara og þegar hún kemur í breakið, þá tekur það gildi, þá hoppar hún út. Þannig að, sem sagt, af hverju fer hún, ef ég vel 4, ef ég myndi velja 4 hérna, þá myndi hún byrja hérna og segja, er 1 í 8 og 4? Nei, það er ekki. Þá tekur hún bara næsta. Er 2 í 8 og 4? Nei, það er ekki. Er 3 í 8 og 4? Nei, það er ekki. Er 4 í 8 og 4? Ok, það er rétt. Þá bara fer hún hérna á stað og byrjar að vinna það sem á að vinna. Og svo skrifar hún þannig, takk fyrir í dag. Og svo kemur hún í breakið, þá segir hún, ok, hopp út úr þessum forritsluta eða þessum, hérna, þessari programblokk. Fleiri spurningar? Hérna,
venjulega er mjög oft eins og þetta myndi þá núna virka. Hvernig prófum að því þetta að keyra? Hvað veljum við undir verklið? Ég ætla að velja hérna 1. Þá kemur bara góðan dag, gott viður og svo er þetta búið. Nú, ef við vel 5, hvað stíður þá? Þá kemur bara process, þá stíður ekki neitt. Og það er góð spurning. Ef það er ekkert af því sem er talið upp tilgreint, að þá bara fer hún ekki neitt af þessu. En við getum haft, sem sagt, eitthvað, case, hérna default ætla ég að segja. Default, tvípunktur, það þýðir þá hún fer í þetta ef að ekkert af ofangreindu er valið. Þá getum við sagt eitthvað, hvað ég ætla að setja fyrir neðan default. Þá vil ég segja eitthvað, veldu 1 til 4, eitthvað þvílíkt. Þannig að núna ef ég myndi velja 5, þá vantar mér að gefa veldu 1 til 4. Og þegar maður er með svona menju þá væri svona dæmigert að setja þetta inn í einhverja lykkju. Þannig að maður er inn í þessari lykkju, maður er inn í þessu menju, þangað til maður velur sem þetta hætta. Sem þetta ef ég myndi núna setja hérna einhverja til dæmis do-while lykkju utan þetta. Og ég ætla að hafa, eins og við vorum að tala um daginn, að þá ef ég myndi byrja strax hérna á undan, segja hér do á undan int val, þá erum við að skilgreina val inn í, hnykkjum á því og eftir. Ég ætla að setja do hér á undan, svona do, og svo ætla ég að setja while fyrir neðan allt gumsið hérna. Hér endar switch-setningin, en hér ætla ég að enda while lykkjuna. While, og hér get ég til dæmis sagt while val er ekki jafnt og 4, sem þá valdi 4 til að hætta, þannig að ég ætla að vera inn í þessari lykkju meðan hann velur ekki að hætta. Þá fer ég bara, núna myndi hann fara aftur inn í menjúið, meðan við viljum ekki að hætta. Þannig að nú, ef ég prófa að þýða þetta núna, þá kemur ok, 1 bjóða góðan dag, og kemur góðan daginn, gott viður og svo kemur aftur. 3 tuða smá, allt ömulegt, 4, þá ætti hún að hætta þetta ekki að því að það er inn í, og þá kemur bara, ok, takk fyrir í dag. Þannig þetta er svona dæmigerð notkun á svona, hérna, switch case setningu. Sjá aftur efst. Passið ykkur á því, ef ég myndi núna sjá þið, það er það sem ég var að byrja að tala um á hann, ef ég myndi taka hérna int val og setja það inn í lykkjuna. Ég er ekki alveg nú að klára hérna bildirinn með svona inndrátt að setja hann inn. Er þið ekki svolítið klárið því? Get ég gert hérna eitthvað að því ég vil fá, að því ég bætti við lykkjunni og vil eiginlega draga þetta inn. Get ég sett tab hérna? Já, svona. Nú er ég að breyta hérna, nú skilgreini hérna breytuna val inn í lykkjunni og ég þýði og kompalera og þá kemur núna eitthvað hérna rautt. Hún er eitthvað að tuða. Error valve was not declared in the scope. Sem að do-while lykkjan, hún endar það sem þessi slöfusvið endar hér og hér er ég með, hér er ég nota þetta val fyrir utan lykkjuna, eða ekki. Þannig að því að núna skilgreindi ég breytuna val inn í lykkjunni, að þá er breytan ekki til fyrir utan lykkjuna. Þannig að þetta er bara þetta sem við verðum að passa okkur á þegar við verðum að nota lykkjur og hérna sérstaklega do-while lykkjur. Ef við verðum að nota eitthvað skilyrði í while skilyrðinu, þá er í rauninni while skilyrðið
í rauninni fyrir utan lykkjuna. Þannig setja þetta aftur inn hérna. Svona. Ok, spurningar. Sem sagt, default tvípunktur ef ekkert af því sem að upptalið í switch case setningunni, að þá fer þetta default. Nú, ef að hérna algengasta villan sem menn gera í þessum switch case setningum, að það að gleyma hérna breykinu. Til dæmis ef ég hendi breykinu hérna út núna, eins og ég var að tala áðan, prófa því að þetta keyra. Nú ætlum ég að velja sem sagt case 1 og þá það sem myndi ske sjáðu að hún fer hérna í case 1, skrifa góðan daginn, gott kvöld, svo að því ekkert breyk hérna þá heldur hún bara áfram og skrifa aftur, góðan daginn, gott veður, svo heldur hún áfram og skrifa gott kvöld. Og ef við sannreinum það, ég segi núna bjóða góðan dag, þá kemur líka þetta gott kvöld. Þannig að maður þarf að muna þetta hérna að hafa break. Og sem sagt, break, það þýðir að hoppa úr viðkomandi forriðsluta. Og til dæmis, break getum við líka notað inn í lykkjum til að hoppa út úr lykkju. Og ef við erum með hreiðraða lykkjur eða lykkju inn í lykkju, og segjum að við séum með breykin í innri lykkjunni, þá hoppar hún bara út úr innri lykkjunni, ekki í ytri lykkjunni. Því það sikkur forriðslutin innri og ytri lykkjan. Og ef við til dæmis myndum nú breyta þessu hérna forriti, þannig að ég segi hérna, ég vil segja bara í staðin fyrir hérna, ég geti sett hérna do while true. Þá erum við komin óendanlega lykkju, eða ekki? Að þetta alltaf true, þá er ég alltaf að halda áfram. Og þá getum sumir hafa þennan forritunarstýl, þeir búa alltaf til óendanlega lykkju og svo notaðu breykskip til að hoppa út úr lykkjunni. Þannig að, hvort sem það er gott eða slæmt, ég þarf ekki að... Ég geti sagt hérna if þá, val jaft og 4, sem sagt, þá segi ég breyk. Þetta myndi þá koma á sama stað niður. Nú er ég búin að búa til óendanlega lykkju hérna, do-while lykkju, það er alltaf true skilyrðið. En í staðinn að þá tékka ég á einhverju skilyrði inn í lykkjunni og láta hana hoppa út ef það er uppfyllt, þar sem að ég vil láta hana. Og þetta sýnir þá líka hvernig breyksetningin vinnur hér. Þannig að núna ætti þetta að virka eins. Ég vel hérna eitthvað, tuða smá. Allt ömurlegt. 4, hætta. Þá ætti hann að fara í breykskipunina þegar ekki og fara út úr, þá fyrir hann í takk við þetta á það. Sem sagt, getur að nota break inn í svona switch case setningu til að hoppa út úr í rauninni case lykkjunni ef maður orðar það, eða maður getur nota break til þess að fara út úr venjulega lykkju. I was just emphasizing that you can use break in switch case sentence or you can use it in any loop to jump out of the loop. Fleiri spurningar? Við getum sett break hvar sem inn í lykkjuna. Við getum til dæmis hérna tekið þetta break hérna og setja þessuna fremst. Þá reyndar til dæmis hér. Ef við vildum hérna, ég sagði hérna case 4, að þá sagði ég geti farið hérna til dæmis. Núna myndum við væntanlega ekki kveðja ef ég vel 4. Nú er ég að segja að ef að vali eftir 4, þá breyka ég út og þá fer ég ekkert inn í switch case setninguna. Þetta myndi væntanlega virka alveg eins. Svaraði þetta spurningunni? Hérna, hvað segir þið, fleiri spurningar? Já, getur þú útskýrt
sem sagt, get ég útskýrt betur hvað þetta switch gerir. Þetta switch hérna, það í rauninni segir bara, hér að byrja switch case setning. Og það þýðir bara það að eftir switchinu kemur innan sviga einhver expression eða einhver segð sem á að skila einhverju sem teljanlegt. Og síðan berum við bara saman það sem kemur hér út úr þessu við það sem tilgreint hérna í caseinu. Þannig að af því að það stóð 1 hérna, af því að ég sló inn 1, þá 1 hérna inn í þessar breytu sem heitir val. Þannig að það kemur 1, það niðurstaðasæðarinnar, talan 1, og þá berum þá tölu við þessa tölu sem tilgreint hérna í case-skipuninni. Við gætum, til dæmis að því ég að tala það, þetta þarf að vera eitthvað teljanlegu tægi. Við gætum hugsað sem svo, ok, ég ætla ekki að segja að láta slá inn 1, 2, 3, 4, ég ætla að láta slá inn hérna A, B, C, D. B, C, D. Og þá þarf ég að spurja valið og þá væntanlega þarf ég að lesa inn einhvern karakter. Þannig að nú ætla ég þá að breyta þessu þannig að valið að það verður kar. Og síðan lesi ég inn einhvern karakter og þá segi ég núna væntanlega ekki ef að valið jafnt og 4 þá breyka ég, heldur ef valið jafnt og hvað var það, D. Svona, þá förum við út. Í þessu tilfelli skiptir það máli, já. Skulum byrja á því að hugsa bara að það sé alltaf slegin stór stafur, breiðumst við því og eftir, það mitt ágætt dæmi, að það ætti að vera hægt að slá hvort sem stórt eða lítið. En við skulum byrja með því að það var bara stórt. Ok, og þá segir ég hérna case, og hér verður þá að segja uppi koma A. Svona. Case A, góðan daginn. Case B. Eitthvað? Sko, ok, skulum bara fara í strax að við ætlum að hafa að sé hægt að slá hvort sem lítinn eða stóran staf. Að þá ætlum ég að segja hérna, þá getum við gert sem sagt bara lítið að hérna á eftir. Svona. Þetta myndi því að það, ef hún vilja annarkvort A eða lítið að, þá fer hún í þetta hér, eða ekki? Af því að, ef það væri valið stórt A hérna inn í val, þá smellur hún inn í þetta og þá heldur hún bara áfram hérna fyrir neðan þar til hún kemur að breyki. Þannig að þá kemur góðan dag og gott veður. Ef slæðir inn lítið að, þá myndi þetta case ekki smella inn, þá myndi litlaði smella inn og hún fer inn í góðan dag og gott veður. Þannig að við getum talið upp nokkur gildi, til dæmis ef við ætlum að gera það sama ef það slegin 1, 2, 3 og 4, að þá getum við sagt hérna case 1, case 2, case 3, case 4. En við getum ekki nota búlegan segð. Nema að væri þá endalega búlegan. Nei, við getum ekki nota búlegan segð. Fyrir ekki þau. Það var einhver að spyrja. Já, ok. Ég held ég get ekki gert komma lítið en ég bara talið upp svona. Ég hef nokkuð öruggur á því, ég samt ekki 100% öruggur. Þú getur allavega ekki sagt kom. Nei, ég held þú verður að gera þetta svona. Til prófa kannski, ég breyti því þá ef ég hef rangt fyrir mér. Þannig hér ætla ég þá að breyta og setja lítið B. Svona. Hér átt að velja þá eitthvað A til D. Og hér þá ef ég myndi nú vilja að hún hoppaði út líka, núna myndi hún bara hoppa út ef ég slægi inn stórt D eða ekki, fyrst ég með svona.
Verið þó ekki setja eitthvað að því með einhverja if-setningu til að láta hana hoppa út. Mér finnst þetta nú hálf hallarslegt þessi if-setning hérna. Það er bara hendin út. Frekar nota case-skilyrði, mér finnst það nú eðlilega. Þetta var svona gert bara til að skýra hvernig breykið virkar. Hvað ég ætla að halda áfram meðan að, hvað? Þetta verður svolítið flókin. Val er ekki jafnt og, er það ekki? Ekki jafnt og A, nei hvað er það? D. Er það ekki svo and? Val er ekki jafnt og lítið D. Svona. Já, en ég með ekki jafnt og. Ef ég slæði inn til dæmis C, þá vil ég fara aftur inn. Þá myndu segja hérna C er ekki jafnt og þetta og C er heldur ekki jafnt og þetta hérna. Þannig að það kemur trú og trú, eða ekki? Nei, bítu. En ef ég slæði stórt D, já, þá kemur hérna trú öðrum einu, fólk sínum einu. Er ekki segja satt? Prófum það. Ef ég slæði inn C hérna, þá kemur eitthvað allt ömurlegt. Ef ég slæði inn stórt D eða lítið D, takk fyrir þetta hætta. Jú, þetta verður svona virka. Ég held ég sé búin að fara yfir það sem er svona markvert í þessum switch case setningum. Einhverjar spurningar? Það þarf að setja stýringar fyrir alla mögulega innslátt eða þetta? Já, það þarf að setja stýringar fyrir alla mögulega innslátt. Var ekki default inn í þessu? Jú, hér er default. Þannig að maður þarf að telja upp það sem er mögulegt að gera og svo getur maður að setja default fyrir restina. Ef ég segi til dæmis núna H, já, kemur velduattity, því það fer inn í default. Og þá vil ég vera D til að hætta. Hvað segirðu, verður ekki? Verður ekki að skilgreina góðan daginn sé stóra og flottiður sé líka? Góðan daginn sé stóra. Nei, sem að hún fer núna í korsinslægi lítið að stórta, þá vil hún góðan daginn gott viður. Af því að hún bara byrjar, ef ég slæðist lítið að, þá byrjar hún að tekka á þessu og það er ekki rétt og þá tekur hún næst á þessu og það er rétt. En hún framkvæmir alltaf bæði þar til hún kemur í break.